Hérna ætla ég að halda áfram að skýra út þjónustu og þrifahlutann í kerfinu. Nú ætla ég að skýra út fyrir ykkur ákveðna virkni sem við höfum þróað tengt því að gefa þriðja aðila, utanaðkomandi aðila, aðgang að hluta kerfisins eftir því sem okkur hentar. Veljum hérna ákveðna eign sem við viljum virkja og hérna smellum við á og hérna búum við til lykil til þess að gefa viðkomandi aðgang að þessum hluta. Smellum hér á og hérna sjáum við, hérna ákveðin rót komin og þetta myndum við copy-pasta og senda viðkomandi. Áður en við gerum það þá ákveðum við hvaða leyfi við viljum gefa honum. Við viljum gefa honum leyfi til að panta þrif, við viljum gefa honum leyfi til að panta check og við viljum vera með hann galopin þannig að hann geti pantað þessa þjónustu með engum fyrirvara. Ef við viljum eitthvað hamla því þá myndum við setja til dæmis 1 hér og þá þyrfti hann að vera með einstaks fyrirvara. Það er að segja að hann gæti ekki pantað þrif á morgun, það er að segja ekki á morgun heldur hinn. Hérna getum við gefið honum líka möguleika á því að hann getur ábókað þrif og þær pantanir sem hann hefur gert og það er gert með þessum hætti hérna. Hérna leyfa honum alla hluti. Við skulum halda hér áfram. Nú erum við komið með íkon hérna sem sýnir það að Púls-appið orðið virkt og þetta er nákvæmlega sem gerist ef að viðkomandi aðili, utanaðkomandi aðili, smellir á þann link sem hann hefur fengið sendan, þá dettur hann hér inn í þetta umhverfi. Þetta er raunlega þægild í farsíma og hér er hans stjórnborð. Hann getur installað þetta á desktopi hjá sér. Hérna eru bókanir ef það er að ræða. Hérna eru pantanir og annað þvílíkt en viðkomandi hann smellir hér. Og hérna kemur hann inn í umhverfi þar sem hann fær stjórnborðið sitt og þið munið eftir því að við vorum búin að verðleggja þetta á sínum tíma. Hérna erum við búin að verðleggja þessi eign með ákveðnum hætti áætlað tíma frá því og þessi verð sem er verðlegan á sínum tíma, það kemur hér upp á yfirlitinu hjá viðkomandi aðila. Það er að segja, hann veit nákvæmlega hvað þjónustan kostar. Nú skulum við gefa okkur þær forsendur að hann ætla að panta þrif í dag. Þá smellir hann hér á og smellir hér á order service. Þá kemur upp þær vörur sem hann hreinlega getur panta og hér eru verðlaður og annað þvílíkt. Við munið eftir að við gáum honum leyfi til þess að þetta væri sýnilegt svona. Gefum okkur það að hann ætlar að panta 80% þrif sem er ákveðin skilgreining á, sem eru samningar á milli aðila. Það smellir hér á og því við strax hér er komin 80% þrif. Við getum séð líka leið og þetta gerist, þá kemur þetta upp í þrifalista þegar viðkomandi starfsmann. Þannig að leið og viðkomandi aðili smellir hér á, þá kemur þetta allstaðar fram. Viðkomandi eigandi getur skrifað hérna einhverja minnispunkta ef hann vill, koma eftir klukkan 10 til dæmis og það kemur hérna og þið sjáu alveg hérna koma skilaboðin á starfsmanni sem á að vinna þetta. Hérna er allt klárt og hérna getur viðkomandi eigandi séð, ok, hér er ég búin að panta þrif og verkstjóri sér hér að hér er komið þrifapöntun og starfsmanni sér hér er komið þrifapöntun. Það er hægt að setja upp sjálfvirkt e-mail sem að staðfestir þessi þrif, að bæði sent sjálfvirkt e-mail úr kerfinu til viðkomandi eiganda, staðfesta að pöntunum er móttekin og eins til verkefnastjórans, verkbeiðni hefur borist. Nú fer þessi ákveðni starfsmaður á staðinn og hann stimplar sig inn með ákveðnum hætti og hérna er 80% beiðni þrif og hann byrjar hérna að vinna og hér kemur upp að þessi aðili hann er byrjaður að vinna og svo vinnur hann, klára sína hluti, staðfestir með mynd og þá sjáum við hvað gerir strax. Hérna kemur staðfestingi hjá viðkomandi aðila, hérna kemur staðfestingi hjá verkefnastjóranum og allt undir kontról. Það er eins líka hægt að setja sjálfvirkt e-mail leið og þetta gerist, þá sendast sjálfvirkt e-mail og segir þjónustan hefur verið framkvæmd til eigandans. Það sem gerist síðan í framhaldinu er það að þetta reikningshæft færi sjálfkrafa á viðkomandi aðila. Þannig að næst þegar hann fer inn í appið þá birtist þetta svona. Þá er komin hérna greiðsla upp og viðkomandi getur, ef að þeir sem eru hérna í fyrirtækinu var tengdi við kortahirða, þá getur viðkomandi eigandi bara að klikka hér á, setja inn kortið sitt og greitt þetta. Ef að samningar eru til dæmis það að hann myndi gera upp einu sinni í mánuði, þá getur hann líka gert þannig. Þá bara klikkar hann hér á og síðan getur hann pantað aðra pöntun hérna og svo myndi hún safnast upp og þetta myndi safnast upp þangað til í lok mánaðarins, þannig að hann myndi gera upp. Síðan getum við kíkt á hvernig þetta kemur hérna upp í yfirlitinu. Hér getum við smellt á service og þá sjáum við nákvæmlega hvað gerist. Það er að segja viðkomandi aðili, það er að segja 12.500, þetta er komið hér upp sem raunlega greiðslu unpaid. Sem leiðan borgar, þá myndi það koma hér upp og þetta er það núli. En þetta er svona grunnpælingin á bakvið þessa hluti, að þetta er svona hugsað fyrir aðila sem eru með margar eignir í þjónustu út allan maí. Gefum okkur það, þetta er ídjalt fyrir stakar íbúður, samningar að það verði þrifið eftir samkomulagi og þá er hægt að gera þetta svona án þess að þurfa að vera með mjög flókna perla.